Í dag ætla ég að nýta Woollybuger sem svona orginallinn í rauninni nánast. Woollybuger svona nobler fyrir okkur, þá Woollybuger þannig í Ameríku til dæmis og víða í Evrópu. Ég kominn með krók í væsinn frá Arex NS 118 og þetta stærð númer 10. Svo glöggir sjá hérna niður í hægra megin. Og ég kom með kúlu á krókinn. Þetta Hot Orange Brass kúla, 3,8 mm. Ég set brasskúlu. Þessi Woollybuger hugsaður til þess að nota í svona grunnum stöðuvötnum, til dæmis heiðavötnunum. Og hann þarf ekkert að sökkva neitt alveg gríðarlega mikið og fengið í reynslu þá þægilegra að fá brasskúlu í hnakkan heldur en tungstungkúlu. Þannig að það hjálpar líka. Nú þetta frekar basic hjá okkur. Ég ætla að nýta fluguna með Semperfli Classic Waxed. Svörtum, það má nota hvað sem skiptir ekki öllu máli. Ég byrja bara á því að festa þráðinn og fer með hann alveg aftast. Læta hann nema við agnaldið cirka. Skottið í þessum Woollybuger, það Marabou. Marabou þannig úr garði gert að þegar við notum það í skott, að þegar við strippum fluguna áfram, þá leggst það saman. En þegar við stoppum, þá fylgir það með og svo púlsar það svona þegar við strippum það. Til þess að Marabou virki eins og það á að virka í svona straumflugum, þá þurfum við að passa að hafa rétta lengd í rauninni. Leið og við erum farin að hnýta skottið bara svona á noblera eða Woollybuggera, þá í rauninni það ekki að gera það sem á að gera. Marabou að minnsta kosti. Allavega. Þumalputtareglan að hafa skottið jafn langt og krókinn, eða legginn á króknum þar að segja. Það ágætt að miða við það. Það má sjálfsögðu skeika einhverjum millimetrum. Ég ekki viss að það séu margir að spá í því. Og allra síst fiskurinn. Byrja bara á því að festa skottið niður og það að sjálfsögðu hægt að hnýta fjöðruna bara niður hérna upp að kúlu, en ég hef vanið mig á að klippa það svona. Tryggjum þetta bara vel. Svona. Og smá lím. Æðislegt. Nú, diskó, það verður að vera diskó. Ég með perlu flassabú. Mér finnst það tóna vel við þessa flugu. Það verður jafnvel ekkert vitlaust að setja appelsínugult, rautt jafnvel, eitthvað svona sem að rímar við kúluna. En þetta ekki lykilatriði, en hjálpar líklega eitthvað aðeins við hversu álitleg hún fyrir fiskinn. Set 2 sitt hvora megin. Stendur þetta svona. Og þó að flassabúið lendi ofan á eða undir, ekki hafa of miklar áhyggjur af því. Nú, ég ætla að hnýta vöfinn niður næst. Við setjum ekkert hotspot aftast eins og við þekkjum frá noblertum. Að minnsta kosti ekki í þennan Woollybuger og ég ætla að nota svartan vír. Þessi frá Semperfli, 0,2 mm sver. Þegar ég nota vír, sérstaklega eins og í þessa fluga þegar við ætlum að palmera hana, að það ágætt að taka bara dálítið rúmlega.
festi vírinn niður og læta hann lenda mín megin. Sést náttúrulega ekki neitt hérna. Svona, og ég ætla að hafa búkinn í þessum úlibakar úr döbbi og ég með svart döbb með einhvers konar bláu glimmeri í. Ég fyrir löngu síðan búinn að henda merkingunni, þannig að ég bara get ekki sagt ykkur hvað þetta er. En ef ég ætti að giska þá er þetta héri og eins og ég segi eitthvað svona flass með. Og þegar ég geri búk úr döbbi í svona straumflugur þá byrja ég yfirleitt hjá kúlunni, fer eina ferð aftur og aðra ferð fram. Búkurinn þarf ekkert að vera neitt óbáslega sver. En allt í lagi að hafa hann svona aðeins. Og svo fram aftur. Það er algengt þegar maður er að döbba og læra að döbba og fá svona tilfinninguna fyrir þessu, þá vill maður stundum nota allt og mikið döbb, þannig að búkurinn verður allt og feitur einhvern veginn og óárennilegur. Við bara gerum þetta svona þokkalega jafnt. Svona, endum hjá kúlunni. Nú vil maður palmera, ég ætla að palmera þessa flugu og í palmeringuna ætla ég að nota svona grísli hanafjöður. Þessi fjöður kemur af hnakka sem örugglega indverskur hnakki, kostar ekki mikla peninga. Stundum er maður heppinn og fær svona litlar, þar að segja svona fíngerðar fjaðrir og þær eru tilvaldar í þetta. Og ég byrja alltaf á að taka hérna neðsta stilknum og aðeins upp í hliðina hérna sem ég ætla að vinda niður. Ég að taka nokkra fanir hérna í sjáið munin á hliðunum og þegar ég festi legg ég það fyrir aftan kúluna fyrir báðum megin við. Stilkurinn hérna, ég leyfi honum bara að vera. Ég klippa hann bara eftir. Ef þetta rennur eitthvað til þegar ég byrja að vefja, þá hef ég hérna cirka sentimeter upp á að hlaupa áður en að fjöðurinn fer að detta úr þræðinum. Og svo bara förum við hring eftir hring. Þegar við erum komin aftast, tökum við vírinn, förum yfir fjöðrina og grípum hana. Ef þið erum með svona fjaðurklemmu, þá er ágætt að sleppa henni núna. Svo förum við bara í gegnum allan pakkan. Og festum niður. Svona, tökum vírinn
og stilkinn. Tryggjum þetta aðeins betur hérna, bæði vírinn og stilkinn. Svona haldið þessi fínt, en við erum ekki búin. Ég ætla að gera svartan kraga úr hænufjöður, þetta beint fyrir aftan kúluna. Og alveg svo með hanafjöruna, þá tek ég í rauninni af hérna það sem ég ætla ekki að nota. Fluffið hérna neðst á stilknum. Tek það í burtu. Og áður en ég hnýti þessa fjöðurinn, þá skipti ég fönunum svona. Þetta er sem sagt efsti hlutin á fjörunni. Ég er með stilkinn hérna niðri. Og klippi hérna fremst af. Þannig að ég fái svona öfugan þríhyrning hérna og þetta tagg er það sem ég nota til að hnýta fjöruna við. Ef þið eru með eitthvað vax eða eitthvað við hendina, það er ágætt að nota. Eykur gripi svona aðeins en það er nú vax á þessu þræði fyrir. Legg taggið upp að, grípa með þræðinum. Svo er ágætt að nota smá munnvatn til að draga fanirnar aftur. Svo byrjum við bara að vefja. Alltaf nota vinstri hendina aðeins svona til að stýra hvert fanirnar vilja leggjast. Draga þær aftur hverju vafning. Þegar við klárum, setjum við þráðinn yfir. Og klippum burt. Nokkra vafninga aukalega. Og að því að við erum með svona fínan kraga úr hænufjöður, þá ætla ég að setja lakk á þráðinn áður en ég enda. Það er að segja áður en ég geri endahnútinn. Svona. Woollybuggers, eins og ég segi, þessi fluga er svona, þessi útgáfa, svona ætluð í, eða hugsuð í vatnaveiði í þessum heiðavötnum öllum sem eru svo grunn en halda oft mikið af fiski. Að sjálfsögðu þá má breyta litunum eins og ykkur hendar. Kúlan er svona smá hotspot. Ólífugræn væri til dæmis frábær. Hvítur líka sjálfsögðu. En Woollybuggers klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.